setja saman stélið og það ansi margir partar í stélinu þó það sé sjálfur sér mjög einfalt. Það sem aðalatriði í þessu það að stélið samlímt úr mjög mörgum hlutum til þess að gera það verulega sterkt. Það að segja stélkamburinn. Stélflöturinn hins vegar úr einni plötu og hann situr ofan á stélkamburinn og þess vegna nauðsynlegt að stélkamburinn sé frekar sterkur. Við skulum kíkja á það hvernig þetta stél sett saman. Við byrjum með því að líma saman ytra skinnið. Það T3 og T4. Það langt best að hafa einhvers konar plötu undir eins og til dæmis þessa á meðan maður gerir þetta og maður þarf að passa sig að hafa alveg bein strik eða beina línur hérna ofan og neðan. Það sem maður þarf glært límband. Glært límband vegna þess að við ætlum að líma þetta með sekundulími og glæra límbandið verður ekki eftir á stykkinu þegar við tökum það af. Sett svona glært límband alveg yfir samskeytin. Nú ætla ég að nota svona milliþykkt CA lím. Þá opna ég hérna á milli og set smávegis af þessu lími niður. Það náttúrulega leiðum að leggur þetta niður þá kubbast út og þá verður maður að þurrka. En síðan til þess að fá þetta til að virka alveg þá nota ég sandpapír. Pússa yfir samskeytin svona og ef það væri eitthvert bíl á milli þá myndi sandpapírinn, rykið fara niður á milli. Nú snýr maður þessu við, tekur límbandi í burtu og pússar hérna megin aðeins. Svona. Nú maður komið með alveg rennislegt samskeyti og stykki tilbúið sem hægt að nota á stélkambinn. Nú komið að því að líma innri hlutan T1 innan í skinnið T3 og 4 pluss náttúrulega T2 líka. Það hérna sem að við getum gert alveg gríðarlega skissu vegna þess að við þurfum að hafa bæði hægri og vinstri hlið og með því að raða þessu svona upp þá getum við reynt að koma í veg fyrir mikið af skissum. Það líka ágætt að nota lím sem ekki þornar alveg strax eins og til dæmis svona trélím og þá erum við ekki í neinum vandræðum. Eins getur líka verið sniðugt að bara pinna þetta niður eða fergja það niður á borðið. En það fyrsta sem við gerum að við ætlum að setja hérna T1 innan í T3 og 4. Ég ætla að reyna að nota ekki allt of mikið af lími. Trélím í grunninn vatn og það vil oft lyfta og verpa balsa til þegar vatnið gengur inn í hann. Setti frekar lítið af lími og svo reyni ég að stilla þessu hérna niður. Hérna á að vera smá kantur því að þessi partur hér, T9, á að koma hér aftan við. Svona. T2 kemur hér fyrir neðan
og hérna á milli á að vera nægilegt pláss til þess að þetta rör geti komist hérna niður. Hérna, nú balsinn greinilega byrjaður að verpa sig, þannig að nú ætla ég að setja á þetta dálítið farg á meðan það þornar. Svona. Nú þarf þetta að fá að þorna í friði, dálítið vel. Jæja, þá skulum við skoða hvernig þetta hefur gengið. Þetta hefur fengið að þorna yfir nótt og virðist bara vera ferlega fínt. Næsta skref er að setja þennan dúta hérna. Hann kemur hér aftan á, en við þurfum að skera hann til vegna þess að gatið hérna þarf að halda áfram í gegnum hann. Til að byrja með ætla ég að taka þetta strik hér, eða þessa línu hér fyrst. Núna þarf ég að líma þennan part hér ofan á. Nú þarf þetta bara að fá að þorna áður en ég pússa það til. Nú er stélkamburinn búinn að sitja í smá tíma undir fargi og ætti að vera nokkuð þurr. Það sem við þurfum að gera núna er að rúnna hann bæði að framan og aftan. Og miðað við teikninguna hérna, að þá er rúnningin svona það bil 2 cm inn á. Þannig að ef við gerum daufar línur hérna og það er líka að aftan svona. Þá eru hérna línur sem við getum þar sem að rúnningin á að byrja og förum niður að miðjunni hérna. Það er mjög auðvelt að sjá miðjuna hérna framan og það er auðvelt að giska á hana hérna aftan. Við getum meira að segja bara tekið smá strik til þess að vera viss. Svona. Hvernig eigum við svo að byrja á þessu? Jú, við gerum það með balsaheflinum. Þetta er að koma og næst notum við sandpappír á svona kubbi. Svona.
Nú þetta orðið nokkurn veginn eins rúnnað eins og þarf að vera og ég veit ekki hvað ég þarf að rúnna hérna mikið. Þetta endirinn hérna á skrokknum, þannig að þegar ég er búinn að líma þetta niður í skrokkin hérna, þá rúnnaði ég þetta kannski meira. En þetta svona það bil tilbúið undir klæðningu núna, plastklæðningu. Og bara til að vera viss, þá ætla ég að athuga hvort ég get ekki stungið þessu röri hérna upp í gegn, því að það á að koma hér og það ekki að sjá annað en að það passi bara ágætlega í. Næsta skref að taka hérna stélflötinn T6 og líma á hann enda T5 sikkur megin. Þessir endar koma í veg fyrir að stélflöturinn geti snúist eða verpst. Ég ætla að nota þykkt séalím og límband og gera þetta eins og þegar ég límdi saman skinnið á stélkambinn. Það næsta sem við ætlum að gera að rúnna frambrúnina á stélflötunum. Stélflöturinn ekki nema 3 mm, svo það svo sem ekkert rosalega mikið sem þarf að gera og við þurfum ekki að nota neina stórvirka vinnuvélar til þess að gera þetta. Það eina sem við þurfum smá bútur af sandpapír eins og ég með hér. Við bara beiglum hann aðeins til og síðan rennum honum nokkrum sinnum eftir frambrúnina. Þá rúnnast hún alveg sjálfkrafa. Við sjáum líka, að því að þetta leysiskorið, þá sjáum við þegar að svarta sótið byrjar að hverfa og rúnningurinn kemur á. Þetta orðið rúnnað og hérna á eftir að gera. Hérna hæðastýrið og þegar við leggjum hæðastýrið akkurat að stélflötunum þá sést að það nær svona það bil 2 mm framundan hérna megin. Þannig að ef við jöfnum það bara til þá getum við strikað hérna smá, tekið hérna aðeins af smá fleig til þess að láta þetta halda áfram. Svona. Síðan rúnnum við þennan enda eins og hitt. Svona. Við þurfum líka að rúnna afturbrúnina á hæðastýrinu. Hvað varðar frambrúnina á hæðastýrinu, þá segir í leiðbeiningunum að það eigi að taka odd á hana og setja síðan lamir. En þar sem að þetta hæðastýri og stélflöturinn eru svona svakalega þunn, þá langar mig ekkert til þess að setja lamir. Ég ætla að gera dálítið annað. Ég ætla að festa hæðastýrið á með klæðningarfilmunni og sýni það seinna hvernig það gert. En áður en ég geri það, þá þarf að taka fleig á hæðastýrið.
Hérna sést núna hvernig hæðarstýrið kemur til með að festast aftan á stélflötinn og síðan getur það fest upp og niður fast í filmunni.